Hún hafi framið brotið í ákafri geðshræringu eða vegna annars skammins ójafnvægis á geðsmunum. Já. Og hann segir samt, og hérna er hann búin að segja, já, ok, þú veist, það var eitthvað sem hafði áhrif á hvað hún gerði og allt þetta, og ég er ekki sammála að fara í 18 ára fangelsi. En það má ekki gleyma því samt að hún réðst gegn barnungum syni sínum þar sem hann lá sofandi og varnarlaus og átti sér einskins ilsvon. Við kjölfari reyndu hún að gera það sama gagnvart eldsyni sínum. Þótt samkvæmt framangreindu beri að líta svo á að móðurinn hafi verið í verilegu ójafnvægi þegar hún framdi brot sín, verður heldur ekki litið hjá því að til þeirra gekk hún skipulega og sumpart yfirvegað. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar á samt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur og þeir sem í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift!